Gunnar, þetta var létt og laggott, bara léttur fóréttur fyrir jólasteikina eða ekki? Jú, ef ekki segja það bara, þetta var ágætt okkur í dag. Við erum búin að vera í smá ströggli sóknarlega seinustu leikjum, reyndar skorum yfir 100 stig á fimmtudaginn og svo aftur núna. Búin að vera svolítið svona, eins og ég segi, átt erfitt uppdráttar sóknarlega, en vörnin hefur hins vegar verið frábær hjá okkur. Og núna náttúrulega náðum við að tvinna þetta tvennt saman, spila góðan sóknarleik og vörnin hélt svona í það heila í 4 leikluta, gera það reyndar ekki á fimmtudaginn. Þannig að ég tel þetta bara nokkuð gott hjá okkur og allir að leggja sitt af mörkum, mjög gott strákunum. Og fengu tækifæri til þess að gefa mönnum sem fá svona endurum og sinnum ekkert voðalega mikið að spila. Þeir fengu að sýna sig aðeins í kvöld. Já, heldur betur og stóðu sig mjög vel. Strákar eins og Almar sem að kannski tækifærin hafi ekki verið mörg enda að spila eftir Michael Crayon sem nú án svona nokkuð svo einn af bestu ef ekki besti leikmaður deildarinnar. Þannig að Almar stóð sig mjög vel í dag og skilaði góðum mínútum og fleiri. Ég ætla ekki að fara að nefna endalega fleiri nöfna en þeir stóðu sig vel strákarnir og ég er bara mjög stoltur af þessu liði. Við erum náttúrulega með eitt af sterkustu liðunum í deildina ég held og hefur náttúrulega orðið fyrir áföllum eins og með Magga. Maggi náttúrulega er ekki búinn að spila nema 1 leik í deildinni og með því sögðu þá náttúrulega erum við búin allir að stígu upp og staðið sig mjög vel strákarnir. Ég er virkilega stoltur af þessum hóp. Annars sætið yfir jólin, telurðu að einhverjir fleiri séu líklegir til þess að reyna við deildarmeistaratitilinn heldur en þið og KR? Sko, þetta náttúrulega brúaði spilinu núna á fimmtudaginn yfir í 6 stig, þannig að ég meina við erum náttúrulega, þetta er langt mót og þessi lið við erum mjög jöfn deild og það geta allir unnið alla virðist vera og eins og hefur sýnt sig bara oft í vetur. En við höfum einhvern veginn svona náð að halda sjón okkur vel og KR-ingarnir náttúrulega spila óafinnulega, þannig að ég held að við verum að segja það að það getur öll lið orðið deildarmeistarar en það verður erfitt að ná.